svakalega góð lykt. Pröfum við það. Baka, taka 3 eða 4. Sæl veriði vinir mínir og velkomin í Soð. Þetta er eitt svona þáttur, svona fylgir næsta þætti sem kemur út á 5. Þá ætla ég að búa til sriracha sósu sem ég finnst hrikalega spennandi. Það er eitthvað sem ég hef ekki gert áður. Af því þetta er stuttur þáttur þá ætla ég bara að telja þetta núna. Það er fullt af jalapenos. Þetta eru rauðir og grænir. Og svo er ég með svona eitthvað alveg eldsterkt helvíti. Það eru 2 paprikur svona upp á sætleikan. Hvítlaukur, sykur, púðursykur ætla ég að nota. Hvítt vinegar. Af því að þetta mun stoppa fermentationið. Veit ekki hvað það er. Finn út úr því. Þannig að þetta fer sko eftir fermentationið. Það eru þetta allt hérna frá. Við notum hérna aumingjar minn aftur sem klúraði daginn. Við vonum að hún vegni betur í dag. Það er svo salt, ég er ekki með það hérna núna, en ég nægi það eftir. Það er salt líka. Einfalt, það er bara að skóla af þeim og hérna taka hausinn, henda honum og svo bara einhvern veginn svona. Nóga rauð, þannig að við fáum alveg rauðan lit. Það byrja bara að púlsa þetta aðeins. Já, þetta er svona mikið drasl. Nenni þess ekki. Bara kom inn með þennan hérna. Þessi vinur. Þessi verður nú bara hendi í ruslið, sko. Farið í ruslið. Þetta voru verstu kaup ævi minnar, held ég. Stundum vil maður hafa analógið og geta bara kútað allt sjálfur. Nokkur svona líka. Afhausum þessa. Það er smá salt út í. Það er kannski svona í alla þessa chili er kannski matskeið. Oft á tíðum er krónan með jalapeno. En ég hef aldrei séð rauðan jalapeno í neinni búð á Íslandi. Þá er hægt að nota bara venjulegan chili í staðinn. Bara passa hann sig ekki of sterkur. Það má ekki sleppa sykurinn, því miður. En þá þurfum við sykurinn til þess að byrja fermentationið. Vá. Herðu, nú er þetta til. Ég ætla að bíðum bara. Nýhreinsuð krukka. Nauðsynlegt að hún sé nýhreinsuð. Og þið segir kannski núna, en þetta lítur ekkert út eins og sriracha sósa. Það er rétt. En þetta er ekki sriracha sósa. Hún þarf sem sagt að fermentata og það kemur svona fullt af einhverjum svona svona bakteríum og svona góðum bakteríum sem við þurfum. Og þannig að eftir svona 3 daga vonandi, þá fer hún að bubla. Þess vegna er ég ekki með neitt hring hérna. Þannig að ropið kemst auðvitað út. Svo er bara að setja þetta við stofuhita og við þurfum að hræra í þessu á hverjum einasta degi í 5 til 7 daga. Og þá ætti að mynda svona litlar bublur hérna í þessu. Það eru svona smá bublur. En það er alltaf lagið, það er cool. Við viljum þessar bublur af því að það þýðir að þetta sé pínlítið á lífi. Af því að sriracha sósa er þannig séð á lífi. Bara segja gott núna í kvöld og nú ætla bara að sýna ykkur hvernig ég hræri í þessu bara svona í vikunni. Þannig að, já, bye. Þá erum við komin aftur. Það eru 3 dagar síðan ég byrjaði á þessu. Mjög kalt hérna uppi, þannig að það er mjög kalt hérna uppi en hérna, þannig að fermentation er ekkert sérlega hratt. Ekkert betra að vera, en svo þurfum við bara að hræra upp í þessu. Kannski, sjá það eitthvað. Það er alveg svona. Og það er alveg sko mega sterk chili lykt af þessu svona.
slags svona bublur í þessu. Það eitthvað að gerast. Við bara hrærum aðeins í þessu. Og nú bíðið. Þannig að við sjáumst morgun, eða þú veist, sjáumst núna. Nú lítur þetta svona út. Það smáfarað bubli í þessu. Lyktina af þessu ennþá bara chili. Sjáu þetta hérna. Hræri í þessu aftur. Bara loka þessu aftur og bíða einhverja 2 daga í viðbót held ég. Og þá ætti að vera ready. En allavega, klippum bara þangað núna. Held ég, sriracha-sósan, þessi búin að fermentast. Ég ekki frá því, ég sé bara svolítið sriracha lykt af þessu bara nú þegar. Herru, skellum þessu hérna í og svo bara blandað. Og bara blandað, já, segjum í 1-2 mínútur eitthvað svoleiðis. Eitthvað svona. Pottur. Svona. Þetta lyktaði aldrei af sriracha-sósu bara fyrir núna, í dag. Og það er það með mér. Þetta hlýtur að vera tilbúið. Svona. Þetta er ekki sriracha, en við sjóum þetta aðeins niður. Ég ætla að setja smá vinegar. Bara svona smottar í. Svona. Svo sjóðum við þetta bara niður. Og við erum að passa okkur. Þegar suðan er komin upp, við þurfum að vera að hræra alltaf í þessu. Það er náttúrulega sykur í þessu og sykurinn á það til að brenna. Kannu alltaf smakkist bara núna. Ok. Mun sterkar en sriracha-sósa. Shit, þetta er sterkt maður. Þetta er vídeó hingað til sem er búið að vera lengst in the making. Heila viku. Og svo á fimmtudaginn, þá sjáum við hvað ég ætla að nota þessa sósu í. Hörðu, nú er þetta bara að vera tilbúið. Samt er þetta ennþá svo gooey, eða svona einhvern veginn. En þegar þetta kólnar, þá myndi það verða vonandi bara í svona fullkomni svona consistency. Sko, ég er eiginlega óspenntur til þess að bíða eftir allt kólni. Og þá held ég að þessi helstu hæfi að við bara smökkum með einu stykki af eggi. Svona, ég þarf ekki meira. Ok, þetta er mjög pungent. Mér hefur tekist að búa til sriracha-sósu. Það þykir mér geggjað og hún er alveg svona miklu ríkar og ekki eins sæt eins og margar af þessum sriracha-sósum eru. Ég er ekki svo hrifinn af því, en þannig að bara takk fyrir að horfa. Endilega fylgist með á fimmtudaginn hvað ég ætla að nota hérna þessa sriracha-sósu í. Og já, bara gangi hægt gleðina dyr og halda áfram að læka og deila og séra svoð. Þannig að ég segi bara bless, sjáumst á fimmtudaginn.